svoleiðismálin og þessar áskoranir sem eru hér á svæðinu og og viljum svolítið deila í með öðrum og læra af. Ég ætla ekki að minna enga mikið lengri, ég kem bara inn í lokin ef tími gefst til. En dagskráin ansi þétt, við erum með svona 15 mínútna einandi, getur það upp í 20 en við reynum að halda okkur innan ramma. Við ætlum að byrja á því að fá fulltrúa frá Hæfnisetur ferðarþjónustuna, en það Ólína Laxdal og Sólveig Miklasdóttir sem eru sérfræðingar þar. Og þau ætla að fara yfir forgangsröðun á vellíðan starfsmanna og framtíðarsýn og stefnumótun ferðarþjónustunnar. Gjörðu þessu vel. Góðan dag. Gleðilegt sumar. Ég verður að byrja að segja bara takk fyrir heimboðið í dag. Það veitur alltaf mikla starfsgleði hjá Hæfnisetrinu að við fáum tækifæri á þessum árstíma að heimsækja landið út allt og hitta ferðarþjónustuaðila og eiga samtal við þau og það ótrúlega gefandi og skemmtilegt. En það sem við ætlum að gera í dag, svona til að tala inn í viðfangsefni dagsins, það að ræða hvernig við getum forgangsraðað velja starfsfólks inn í framtíðarsýn fyrirtækjanna og inn í stefnumótunina yfir höfuð. En svona fyrsta bara, hvað Hæfnisetur ferðarþjónustunnar? Það ekki alveg allir sem vita það, en við erum sem sagt þróunarsetur sem hefur það hlutverk að vera miðja fyrir aukna hæfni, gæði og fagmennsku í íslenskri ferðarþjónustu. Við gerum margt og mikið. Við þróum stuðningsefni, við þróum verkfæri, við veitum ráðgjöf og aðstoð til fyrirtækja. Við höfum verið með námslínu í þróun sem komin og í boði hjá tveimur af Simentarmiðstöðinni og framundan búist við að það nám verði í boði hjá Borgarhússkóla. Þannig að það ýmislegt sem kemur á borðið til okkar en ekkert að því gerist nema með samtalum við greinina og hitta ykkur á svona viðburðum og fá endurgjöf á það sem við erum að gera og hvernig við gerum það. Eftir því sem ferðarþjónustan heldur að vaxa að verða mikilvægt að beina athyglinni að andlegri og félagslegri líðan starfsfólks, sérstaklega þeirra sem eru með fjölbreytilegan bakgrunn. Með því að fjárfesta í vellíðan starfsfólks og styðja við það sköpum við samhliða því jákvætt starfsumhverfi. Jákvætt starfsumhverfi ýtir yfirleitt við því að orðsporið verður betra hjá fyrirtækjunum, rekstrarhagkvæmni jafnvel meiri og síðast en ekki síst sér maður aukna hollustu hjá starfsfólkinu. Það er alltaf metnaðarfullt markmið allra hagalega í ferðarþjónustunni að gera starfsfólk sjálfbæra í daglegu lífi, í starfi og að tengja það við samfélagi sem það býr í. Jafnvel þó að staldri stundum stutt við. Maður veit ekki hvað stutt er stutt eða stutt verður langt. Og maður verður svolítið að hafa það í huga vegna þess að þegar það nú margir sem hafa komið að því markmið að stoppa stutt en staldra svo lengi við og jafnvel til frambúðar. Og því með því að forgangsraða vellíðan starfsfólks í framtíðarsýn og stefnumótun fyrirtækisins þá það að tryggja að atvinnugreinin blómstri. Þannig að höfum það svolítið í huga varðandi þetta. En hvernig sköpum þetta jákvæða starfsumhverfi? Hvað þarf til? Með góðu utanumhaldi mannauðsmálin og með skýrum verklagsreglum og aðgengilegu stuðningsefni sem við hjá Hæfnisetrinu náttúrulega alla daga að starfa að búa til fyrir ykkur og kappkosta að það hendi ykkur, þá við náttúrulega bara góðri leið með að skapa starfsfólkinu jákvætt starfsumhverfi. En fyrir maður í svona þætti sem að hjálpa til í þessu. Og það náttúrulega nokkur atriði. Eitt grundvallaratriði náttúrulega bara að taka vel á móti nýliðum og bjóða upp á nýliðarfram. Með því að veita nýliðum stuðning og þjálfun og leiðsögn frá upphafi, þá við bara miklu líklegri til þess að koma inn með krafti, varða framleiðnari starfsmenn strax eða skila meiri framleið bara strax og þeir líka fá miklu meiri skynjun á bara fyrirtækja andanum
hvað talandi í gangi, hvaða sýn og þar fram til götum. Þannig að við erum svolítið svona muna virðið í góðri móttöku og þjálfunni. Hún alveg gulls ígildi og það kannski smá útúrdúr hérna en það sem við vorum að fundi núna á Ísafirði í fyrradag. Þá var rætt við að segja sögurnar og það aldrei fyrir tími en akkurat í nýlega þegar neitt fólki kemur. Kennið þeim sögurnar staðinn, kennið þeim sögurnar í samfélaginu og notið þennan tíma til þess að leggja sem mest inn vegna þess að þar fyrir vikið fáið síðan starfsmenn sem eru, eins og ég segi, þeir þetta fyrir inn í störfin, þeir eru jafnvel framleiða herri og þar fram til götu. Og það sem við heyrum alveg gríðarlega oft frá bara greininni að þegar háannatíminn kominn í gang, þá reynir mest á mannásmálum. Þá ertu að leysa einhvern ágreining og þá ertu að leiðrétta hegðun og þá ertu alveg svona alls konar ágreiningur sem kemur og það er ofboðslega krefjandi að takast á svona hluti á háannatíma. En með því að vera með bara leiðbeiningarnar skýrar, nýlega þjálfunar skýrar, þá er þetta að koma svo mikið að þessu skilaboðum bara inn strax í upphafi og þá minnkar það líkurnar á að taka tíma frá stjórnendum í að takast á við slíkt mál. Nú á heimasíðu Hæfnisetursins, hæfni.is, þar svona stutt og hnýtt með að móttökuferli fyrir starfsfólk. Það eru gátustelpar í íslensku og ensku og það þetta líka bara eftir því innan hvaða greina þið starfið. Þið getið fundið leiðbeiningar fyrir frið, fyrir veitingar, samskipti, gestrisni, öryggi. Þetta mjög fjölbreyttir þættir sem þið getið fundið þarna. Og svo náttúrulega líka það sem gott í síðan okkar, sér frá bara fullt á öðru efniðna. Þið sjáu flipan hér, ef þið viljið bara að starfsfólki líka kynni sér efni, þá eru 5 tungumál í boði og það bara þetta skiptir tungumál, þannig að þið getið vísa starfsfólkinu líka inn á að kynna sér efni og nýtt ykkur það sjálf. Annað dæmi verkfæri til þess að stuðla að velja starfsfólk og skapa jákvætt starfsfólki, það eru starfsmannabökkur. Það sýna nefnilega metnaða fyrirtækja til að sinna mannusmálum af alveg. Og með nýrmeðar og aðgengilegri starfsmannabók má með einföldum hætti miðla þessum hlutum eins og stefnunni, eins og sýninni, gildunum, menningunni sem við viljum hafa hjá okkur og talandan. Og talandan, þá verður líka svolítið svona einmitt að hafa það huga viðráðningar en annars slíkt. Passa viðkomandi starfsmann inn í talanda fyrirtækis og því við kunnum öll sögum það að annarkvort fyrirtæk til dæmis hjá símafyrirtækinu nóga eða ekki. Þá fyrir algjörlegt við hvort við getum tilreikað hennar talandi eða ekki. Þannig að það er svo mikilvægt að fólki fái strax. Þetta talandinn okkar. Þetta menningi sem við viljum skapa hérna. Þannig að endilega komið í áleiðan sem fyrst til starfsfólksins. Nú, inn á hæfni.is líka stafrænt svæði. Ég ætla ekki að sýna ykkur það, því ég er búin að prófa að halda svona fyrirlestur og go live og það gekk ekkert geggjæslega vel, þannig ég ætla bara að segja ykkur frá þessu. En það sem sagt stafrænt svæði þar sem við erum með sniðmátt, meðalans fyrir starfsmannabækur og líka gjarna stefnur. Og þessi sniðmátt þá gagnvirk, þannig að fyrirtæki og stjórnendur geta nýtt efni, gert það sínu eigin efni og það getur síðan birta fólk bara á hvaða vettvangi sem það vel. Hvort sem þau hafa heimasíðu sinni, Slack-vef eða innri-vef, eignum í starfsmannabókina eða Teams. Þið getur notað bara hvaða birtingaform á því sem Þetta allt frítt, allir geta nýtt sér þennan ferðarþjónustunnar og bara ef þið hafið áhuga á því að fara í þetta, þá vitið að því að við erum að skrá núna á vinnustofum sem verður 21. maí næstkomandi og það ennþá opið fyrir skráningu. Kíkja á vinnustofum til þess. En það þarf líka að huga því hvað þarf að vera forgangi varðandi áframhaldandi þjálfun á starfsfólki. Og þetta eru nýlega gögn sem könnun frá fyrirtæki sem partur af Evrópuverkefni sem byggja svörum frá 3800 sérfræðingum innan allar Evrópu og starfa innan hospitality geirans. Það sem verið að horfa á í þessar könnun annars vegar sjálfsmat á hæfni þegar starfsfólki metur hæfni sína
Og þið sjáum hér grænu súlurnar og þetta eru 4 þættir sem var verið að horfa til þessar könnun. Það var stafræn hæfni, það var græn hæfni og undir græn hæfni þá erum við að horfa til sjálfbærni, nærandi ferðaþjónustu. Þetta er orðið svo stórt konsept, það er lengur sjálfbærni sem er bara dæmi grænt, stjórnunarhæfni og svo verklega hæfni. Og starfsfólkið er að gefa saman sér bara gríðarlega háa einkunn, sem er jákvætt, en hún er mjög há og náttúrulega frábært að sjá að verklega hæfni, þeir telja sér bara að búa yfir alveg virkilega góðri hæfni þarna. Og það er svona einhvern tvennt sem að maður getur svolítið velt fyrir sér út frá þessum niðurstöðum. Og það er annars vegar, og ég ætla svona bara að kasta það hérna fram. Hérna sjáum við áherslurnar og forgangsröðun í starfsfólkinu og hérna eru stjórnendur. Og það er náttúrulega bara nokkuð ljóst að þau eru ekki gangi í takt. Það er svo séurinn bara töluvert gloppa á milli það var forgang og kannski ekki síst líka bara ávinningi af hæfni og að tileinka sér hæfnina. Og ég velti fyrir mér, gæti að veri hvort það sé þess að starfsfólkið telur sig búa þegar yfir þessari hæfni eða sjá jafnvel ekki tilgang í núverandi starfi varðandi þessa hæfni eða er það stjórnendur sem áttar sig ekki á hæfninni í manninum. Ég ætla bara svona að skilja þetta eftir þetta hjá okkur, þetta er svona bara hugleiðingar. Núna það er Sólveig, samstarfskona mín, að koma og ræða ykkur nánar einmitt stöðuða þjálfun og fræðslu. Gjörðu svo vel. Já, það var svona skemmtileg hugmynd að brjóta til, háka tvær. En talandi áframhaldandi þjálfun eftir móttöku nýliðanna, þá er símenntunin auðvitað mjög mikilvæg. Síðastliðið ár þá höfum við hjá Hæfnisetrinu verið í tilraunaverkefni í samstarfi við starfsmenntasjóðina, SVFS, Landsmennt og Starfsafl, þar sem að stjórnendum lítilla og millistórra fyrirtækja í ferðaþjónustunni er boðin ráðgjöf og aðstoð eftir 20 klukkustundir við að koma á markvissri fræðslu og þjálfun starfsfólks. Markmið verkefnisins er að gera stjórnendur sjálfbærari í að greina, koma á og viðhalda fræðslu til framtíðar með aðstoð ráðgjafa sem að við bjóðum upp á. Þetta er bara til að styðja við þessi yfir 90% ferðaþjónustu fyrirtækja á Íslandi sem eru svo lítil að stjórnendur eru með alla hattana í einu. Og það eru alls konar leiðir sem hægt er að fara í þessu verkefni og bara til dæmis ráðgjöf varðandi samskiptahæfni, tímastjórnun, stafræna-hæfni, búa til þjálfunarprógram og svo framvegis. Og við erum rosa ánægð hjá Hæfnisetrinu með þetta verkefni sem heldur áfram inn á þetta ár. Þetta eru tvær umsóknir frá síðustu verkefnum frá svona síðan fram á að þátttakendur eru líka ánægðir. Og inn á síðunni hæfni.is þá getið þið fundið meiri upplýsingar þetta verkefni og hvernig það fer fram og þar er hægt að skrá sig líka til að fá nánari kynningu á verkefninu. Og svo auðvitað ef þið viljið tala við okkur óminn og eftir og fá nánari upplýsingar þá erum við til það. Við viljum gjarnan fá fleiri verkefni, fleiri fyrirtæki inn í verkefni. Og talandi þessa áframhaldandi fræðslu og þjálfun sem svo dýrmætt fyrir mannauðinn, þá bara langar okkur að minna á þessa auðveldu leið til að sækja sér styrki til starfsmenntunar. Það er þessi síða sem heitir optin.is sem starfsmenntasjóður standa fyrir. Fyrirtæki eru að greiða inngjald og geta þar af leiðandi sótt fyrirtækjastyrki til námskeiðahalds eða vegna námskeiða fyrir einstaka starfsfólk í þessa sjóði og það bara fyrir eftir stéttarfélagsaðild í hvaða starfsmenntasjóð hvert fyrirtæki er að greiða og svo fara niðurgreiðslurnar líka aðeins eftir að hámarkið á ári fer aðeins eftir hverjum sjóði fyrir sig en það er hægt að
marka sér svona stefnu geta fyrirtækin tryggt að starfsfólk þeirra njóti góðs af heilbrigðu og stuðningsríku starfsumhverfi. Og við bjóðum sem sagt inn á þessu stafræna svæði sem Ólína var að nefna áðan á hæfni.is upp á sniðmátt að 2 af þessum stefnum alltaf núna, málstefnu og sjálfbærnistefnu. Það er bara aðeins að kíkja á sjálfbærnistefnuna fyrst. Starfsfólk upplifir að vera stolt af því að starfa fyrir fyrirtæki sem tekur ábyrgð á umhverfi sínu. Og sjálfbærnistefna styður við staðbundið samfélag og menningu, eykur tengsl starfsfólk við staðinn sem það vinnur á líka. Og þetta getur aukið starfsánægju og samheldni innan fyrirtækisins. Og fyrirtæki sem að marka sér sjálfbærnistefnu er oft í fararbroddi, nýsköpun og þróun og það er líka svona hvetjandi og spennandi vinnuumhverfi fyrir fólk að starfa í. Og svo má náttúrulega ekki gleyma að vaxandi hópur ferðamanna vill ferðast á sjálfbærari hátt og er jafnvel að gera kröfur vottanir á sínum viðkomstöðum að leita eftir fyrirtæki sem eru með sjálfbærnistefnu. Og svo er það málstefna. Hvað er það? Málstefna skýrir svona leikreglurnar málnotkun á vinnustaðnum. Hvaða tungumál er að nota hvenær og hvers vegna. Og á þann hátt þá vita allt starfsfólk til hvers ætlast að. Og málstefna getur náð utan ekki bara íslenskuna, heldur líka erlend tungumál og hvernig þau eru notuð á vinnustaðnum. Og með því að hafa stefnu, málstefnu, þá verður þjálfun í starfsfólks einfaldari og jafnvel hægt að innleiða tungumálaþjálfun sem hluta af ferlinu í þjálfunum. Og þá líka eykst meðvitund mikilvægi þess að við séum með á nótunum, getum talað saman og séum hluti af sama teiminu. Og við erum líka náttúrulega með málstefnu að viðhalda menningararfinu og gefa gestunum okkar menningarupplifun sem að skiptir máli. Og svo bara að lokum með þessum verkfærum, stuðningsefni sem er aðgengilegt á hæfni.is og leiðum sem við vorum að kynna hér er vonandi hægt að tryggja það að starfsfólk upplifi starfsánægju og stolt af sínu fyrirtæki, festi sig í sessi jafnvel og svona sé viljug til að blómstra áfram með fyrirtækinu. Við hjá Hæfnisetrum bara þökkum svo fyrir okkur og hlökkum til að vinna með ykkur að betri ferðarþjónustu og betra samfélagi. Má ég leggja fram eina spurningu í samvæli? Já, þetta var svona næsta skrif hjá okkur. Eru þið með eitthvað spurningar? Við erum smá tíma. Já, ég skal taka. Bara, og nú er ekki verið neitt sko út á móti, en sjálfbærni er eitt mest notað og misnotað orð í íslenskri tungu í dag og það má ekkert leggja fram á þess að orðið sjálfbærni komi fyrir. Hvaða skilning leggið þið í sjálfbærni þegar þið kynnið það í þessu sklærum? Sko, sjálfbærni náttúrulega snýra mjög mörgum þáttum og þess vegna er kannski gott líka að marka sér stefnu til að geta unnið alla þessa þætti sem við viljum að sjálfbærni nái utanum og skilgreina það. Og sjálfbærni er náttúrulega kannski snýst það að lágmarka neikvæð áhrif á umhverfið með starfseminni í fyrsta lagi og síðan ef við tökum hana aðeins lengra að hafa jákvæð áhrif á umhverfið sem við störfum í og samfélagið allt í kring. Og það gerum við á ýmsan hátt með því að minnka sóun, með því að vera með umhverfisvæna orkugjafa, með því að gefa tilbaka til samfélagsins, með því að gera fólk meðvitað virðingu fyrir umhverfinu og svo framvegis. En þetta er svolítið... Og svo kannski horfum við bara líka til aðgerðaáætlun stjórnvalda. Það sem er náttúrulega bara yfirheitið á aðgerðaáætlunni snýr að nærandi ferðaþjónustu og þar er heill kafli hvaða aðgerðir stjórnvaldi vill grípa til þess að styðja við hvort sem er sjálfbærni eða nærandi ferðaþjónustu. Já, í ferðaþjónustu, bara svo að það heyrist kannski ekki út úr satt, í stefnumörkun stjórnvalda
ferðaþjónustu til framtíðar þá alveg skilgreint þessi markmið sem að ferðaþjónustan vill hafa í sambandi við sjálfbærni og þá kannski svona nánari útskýringar á því og skrefunum sem við þurfum að taka. En við getum rætt þetta áfram eftir erindin. Takk fyrir. Ég held að það sé líka mikilvægt þetta að því að sjálfbærnin náttúrulega mjög stórt orð eins og segir og stór skilgreining að þetta líka svolítið kannski fer svolítið eftir fyrirtækjunum hvaða stefnu þau setja sér. Erum við að taka einhverja sjálfbærni, erum við að reyna að ná jafnvægi í rekstrinum, reyna að koma meira út í plús heldur en mínus og í því getur verið þessi rusla hlutinn að sortera ruslið okkar en það getur líka verið bara í tengslum við starfsmannahald, hvernig vinnum við vinnuna okkar, hvernig erum við að prenta út eða ekki og síðan eitthvað lengra inn í kerfið, þú veist, hvernig þvottaefni erum við að nota, hversu oft erum við að nota mismunandi hluti. Þannig að og síðan það sem snýr út á við náttúrulega gagnvart samfélaginu, það líka hluti af sjálfbærninni, erum við að taka þátt í því að búa til sjálfbærara samfélag. Þetta ekki bara kannski það sem snýr af okkur og okkar eigin rekstri, heldur líka hvernig erum við að vinna út á við. Erum við að ráða starfsfólk af svæðinu, erum við að versla inn af framleiðendum af svæðinu eða erum við að sækja þetta mjög langt. Þannig að það er fullt af þáttum inn í þessu og við þurfum ekki að taka allan feeling. Við getum alveg tekið hluti af því og reynda að aðlega það fyrir okkur. En já, ég mæli með að við tökum þessa umræðu aðeins lengra bara á eftir. Við erum líka með góðan gest frá samtökum, frá SA, samtökum atvinnulífsins og þar sem hún ætlar að fara aðeins yfir kjarasamninga og starfsmannamál. Við erum með Hörpu Glad, lögmann frá vinnumarkaðssviði og hún ætlar að fara aðeins yfir þetta fyrir okkur. Sælverði, Harpa heiti ég, starfa sem lögmaður á vinnumarkaðssviði hjá samtökum atvinnulífsins eða SA og ég veit ekki hvort þið tóku eftir í dagskráni þá var yfirheitið á fyrirlesturinn með erindinu með spurningamerki. Hvað viljið þið vita kjarasamninga og starfsmannamál? Þannig ég geri ráð fyrir spurningum, bara þannig að þið vita því. Og þetta náttúrulega frekar stuttur tími og kannski maður næri ekki að fara mjög djúpt í kjarasamninga eða starfsmannamál á svona stuttum tíma en þess vegna vildi ég kannski nýta tímann til þess að segja ykkur aðeins frá bara samtökum atvinnulífsins og vinnumarkaðssviðinu og hvaða þjónustu það sem að við veitum þar en tek velkomin á móti spurningum. En fyrir þau ykkur sem ekki vitið, þá eru samtök atvinnulífsins heildarsamtök íslenskra atvinnurekenda og það eru hátt yfir 2000 mjög fjölbreytt fyrirtæki sem eiga aðild að samtökunum, hvort sem það eru bara lítil frumkvöðlafyrirtæki bara yfir stærstu fyrirtæki landsins. Og hjá aðildarfyrirtækjum samtakanna starfa 70% launafólks á almennu vinnumarkaði. Þannig þetta er mjög umfangsmikil samtök og til þess að aðild að samtökunum kemur í gegnum 6 ólík aðildarsamtök og það er samtök orku eða samorku, samtök orku veitufyrirtækja, samtök verslunar og þjónustu, samtök fyrirtækja í sjávarútvegi, samtök fjármálafyrirtækja, samtök iðnaðarins og svo samtök ferðaþjónustu. En hjá samtökum atvinnulífsins er starfrækt þetta vinnumarkaðssvið og þar erum við 8 lögmenn og lögfræðingar sem að aðildarsamtök og félagsmenn hafa greiðan aðgang að sem getur verið mjög mikil value í, maður áslegt aðeins. Hlutverkið, það er helst að þjónusta félagsmenn og þá er það bara þessi beina þjónusta og svo sinnum við mjög mikil upplýsingagjöf og fræðslu á vefnum okkar, vinnumarkaðssvið SA
við sjáum gerð kjarasamninga fyrir bæði almenna kjarasamninga á bara vinnumarkaðnum og svo fyrir einstaka aðildarfyrirtæki. Og svo sinnum við þessari almennu hagsmunagæslu í samstarfi við annað starfsfólk SA. Og ég ætla svona aðeins að fá að fara bara aðeins nánar yfir það. Þjónustan okkar svona kannski það helsta sem við svona helsta verkefnið okkar. Það svona beinn aðgangur að lögmanni sem við erum sérhæfingu vinnurétti. Það hvort sem það í síma, tölvupósti eða bara fá hreinlega fund með okkur til að fara yfir einstaka mál eða bara heilt yfir einhverjar vinnuréttar hugmyndir í fyrirtækjunum. Og þessar mál sem við getum fengið, þetta allt frá því að vera mjög bara einfaldar spurningar, veiting og upplýsingum eða hreinlega yfir bara í verulega flókin starfsmanna og vinnuréttarmál. Hvort sem það þá samskiptavandi á vinnustað, brot starfsmanna í starfi og hvernig á að bregðast við þeim og svo jafnvel til dæmis eins og vinnuslys eða annað sem reynir rosalega á túlkun og bæði túlkun á lögum og svo aðstæðum. Við leitumst við því að veita mjög skjót svör og opnunartíma samtakanna nær undantekningarlaust hægt að ná í lögmann í síma ef þið eru með eitthvað spurningar. Og við mælum eindregið með því að félagsmenn okkar hafi samband strax þegar mál vakna eða komu upp og jafnvel áður en stórar ákvarðanir eru teknar í vinnumarkaðsmálum til að komast hjá því að uppkomi ágreiningur. Við aðstofum svo við gerðum ráðningarsamninga og yfirlestur á þeim af því að þótt að frelsið á almenna markaðnum sé mjög mikið í ráðningum þá mjög mikilvægt að vanda sig til verka strax í upphafi þegar gengið frá ráðningu og gera þessu skriflegi ráðningarsamningar þar sem koma bara allar helstu upplýsingar starfið og hvaða kjarasamningur á við starfið af því að það ekki alltaf gefið og það mjög mikilvægt að það sé rétt. Þannig að við mælum með því að góður og skýr ráðningarsamningur, hann getur bara skipt sköpum síðar ef upp kemur ágreiningur eða eitthvað vafamál. Síðan veitum við ráðgjöf varðandi uppsagnir og endurskipulagningu hjá fyrirtækjum varðandi þá starfsmannamálin og vinnuréttin og aftur ef að það þörf á alvarlegri úrræðum atvinnurekanda, til dæmis eins og riftun ráðningarsamnings að þá leggjum við mjög mikla áherslu á það að félagsmenn okkar heyri okkur í upphafi og svo fari síðan rétt að því að riftun þannig úrræði til dæmis að það ekki það gefið að það sé lögmætt að beitinni. Þannig að við mælum alltaf með því að heyri okkur fyrst með það. Og svo bara önnur lögfræðileg álitaefni sem tengjast vinnurétti og það í rauninni bara eins og ég nefndi áðan, einhvern veginn síminn alltaf opinn. En síðan það kannski þetta sem með næsta skrifi sem vinnumarkaðssviðið sinnir að það helsta sem uppi þá ágreiningur kannski kjarasamning, túlkun á honum, túlkun á lögum og þá hefst kannski ágreiningur við starfsmann eða stéttarfélag hans og við tökum svolítið boltann með það að gera ef að það beint kröfu, til dæmis að stéttarfélag eða verkalýðsfélag beinir kröfu að fyrirtæki að þá tökum við gjarnan boltann og förum yfir kröfuna, sjáum hvort að þetta sé eitthvað sem hægt að semjum eða bara svara hreinlega og hafna og sjáum bréfaskrif við stéttarfélag eða lögmenn. Göngum frá sáttum þá eða undirbúum mál þá fyrir frekari málsmeðferð og ef að það fer alla leið að það stefnt fyrir dómi, sérstaklega fyrir félagsdómi að þar uppi ágreiningur túlkun kjarasamninga þá tökum við fyrirsvar í félagsdómi en einnig ef að það fyrir almennum dómstólum að þá tökum við fyrirsvar ef málin stefnumarkandi og fordæmisgefandi fyrir alla vinnumarkaði. Þannig við erum svolítið að hugsa þetta ef þetta gagnast öllum félagsmönnum okkar að við látum reyna á þetta mál, þá það mál sem við tökum áfram. Já,
vinnumarkaðssviðið sömuleiðis sinnir mikilli fræðslu og á vinnumarkaðsvefnum eru mjög ítarlegar og gagnlegar upplýsingar starfsmanna og kjaramál og ég ætla svo aðeins að sýna ykkur á eftir bara hvernig það lítur út. Við erum reglulega með námskeið, mismunandi efni vinnuréttar og bara til að mynda ágætt að minnast á það að SA með fræðslu í samstarfi við SAF 19. maí næstkomandi starfsmanna og kjaramál í ferðaþjónustu. Það er allavega frekar relevant. Og síðan sjáum við gerð myndbanda og rafrænna fyrirlestra og frétta. Þetta svona okkar helstu verkefni, en svo þetta kannski það sem tekur okkar mesta tíma svona allavega á 4 ára fresti og það gerð kjarasamninga. En það getur verið svona 2 ára prósess að klára það og við sjáum að gera þessa almennu kjarasamninga eins og að semja við Eflingu og Starfsgreinasambandið og svo VFR og þeir kjarasamninga sem kannski eru heyra mest undir ferðaþjónustunnar þá greiðasölusamningur sem við köllum sem samningur við Eflingu og Starfsgreinasambandið veitinga og gistiþjónustu og síðan kaflar í VFR afþreyingar gestamóttöku og afþreyingarkafli eins og við köllum og þar eru líka samningar undir og svo auðvitað við leiðsögumenn og kokka sem það er svona þeir helstu kjarasamningar sem eiga við ferðaþjónustu. Þetta er auðvitað stórt og fyrirferðarmikið verkefni eins og ég segi tekur svona 2 ára að klára kannski hverja lotu fyrir sig. En svo hinn verkefnin þá þessi hagsmunagæsla sem við erum með lagafrumvörp sem tengjast vinnumarkaðnum og erum í vinnuhópum sem tengjast því og svo setjum við í stjórnum og ráðum og nefndum og reynum að hafa jákvæð áhrif hvað varðar vinnumarkaðinn. Ég ætla rétt að sýna ykkur bara vinnumarkaðsvefinn, hann lítur svona út og þarna eru bara þvílíkt magn af upplýsingum sem félagsmenn geta leitað að. Og til að mynda má sjá bara allan listan yfir kjarasamninga og við flokkum þetta bara eftir starfsstéttum og þarna hægt að fletta upp í uppfærðum kjarasamningum og síðan erum við með starfsmannamál og bara aftur rosalega mikið magn af upplýsingum og það er eiginlega hægt að finna svörum við öllu þarna og ef ekki að þá síminn opinn. Þannig að já. Og svona fyrir smá hégóma þá þetta starfsmenn vinnumarkaðssviðs að þið viljið sjá nöfn og andlit en ef ekki þá bara vil ég bjóða ykkur að spyrja ef þið hafið einhverjar spurningar. Það er ekki að sletta þér. Nei, ég bara býð spennt. Kannski ein spurning bara fyrir forvitnisakir. Hversu dugleg eru fyrirtæki í ferðaþjónustu að nýta sér þjónustu kjarasamninga? Þjónustu vinnumarkaðssviðsins? Já. Mjög dugleg. Og þetta eru náttúrulega fjöldinn allan af fyrirtækjum og mjög fjölbreytt þessi fyrirtæki sem koma í gegnum SAF. Þú veist af því að þetta eru líka veitingastaðir og gistiheimili og svo þessi kannski svona hefðbundnari ferðaþjónustu fyrirtæki og við erum bara mjög reglulega aðstoða bæði við gerð ráðningarsamninga þegar við komum vafamál. Þetta bara þið trúið ekki hvað koma mikið af spurningum sko. Þú veist af því að þetta er svo víðfeðmt svið og það getur reynt á svo ótrúlega margt og að bara já, ég myndi segja að þið var mjög dugleg. Ég átti mjög góðan samskipti við sviðið þegar ég var hjá Arctic Adventures. Já. Og það var einmitt bara alveg ómetanlegt og rosalega eins og segir yfir fræðinni. Já, mjög gott að heyra og þannig viljum við hafa þjónustuna því að annars kannski virkar hún ekki sem skyldi sko. Sjáum við kjarasamninga? Já. Nú eitt skal maður tökum bara ekki bara ferðaþjónustan, landbúnaður, sjávarútvegur, árstíðabundið, veðurháð, tískuháð. En það er rosalega sveiflur í starfsmannaþörfin.
En allir kjarasamningar byggja á því eins og heimurinn sé 8-5 á skrifstofum og frí eins og síðasta mánuð 5 daga af mánuðinum og allt launað. Ekkert í hugsuninni þarna sem bendir á það að stilla inn einhverjum kjarasamningum eða atvinnu þannig að það sé tryggt að launamaður hafi föst mánaðarlaun og að fyrirtæki hafi aðgang að starfsfólkinu þegar þörf eins og það að sveigjanlegu vinnutími milli mánaða, milli árstíða eða eitthvað annað. Því að núna þetta, það svona allt of mikið sem finnst mér að tala með frelsi en það allt niður njörfaði þú skalt. Já, þetta bara mjög góð punktur. Sko, ég samt ekki alveg sammálaður að allir kjarasamningar séu einhvern veginn 8-4 og mjög niður njörfaðir, sko. Það er frekar mikið sveigjanleiki sérstaklega hjá verkamannasamningunum, sko. Þetta náttúrulega, þar meiri hugsun vaktavinnu til dæmis, þannig að það aðeins öðruvísi vinnutími. Og svo auðvitað í leiðsögumannasamningnum þá heimild til verkefnaráðningar, þá ertu bara ráðin í ákveðu verkefni. En ég myndi segja að sko beiðnin skýrleika og niðurnjörfun kemur frá starfsmönnunum til þess að vita og stéttarfélögum þeirra, verkalýðsfélögum þeirra til þess að vita nákvæmlega sko við hverjum að búast og svo framvegis og við kjarasamningsborðið hefur orðið við því af því að það auðvitað mjög nauðsynlegt að geta sett upp eitthvað svona fastan ramma en við reynum auðvitað og það er alveg klálega tækifæri til sveigjanleika innan kjarasamninga. Kannski síst hjá VR af því að þeir eru bara mjög hefðbundnir skrifstofuvanlega samningar sko en í öðrum kjarasamningum er vissulega meiri sveigjanleiki sko. Hér í þessum landshluta til dæmis ég átti samtal við á hérna á hæðinni þau eru voru með viðkomandi frá þeirra að þegar maður reiknar dæmi til enda þá ræður maður starfsmann í vinnu og viðkomandi starfsmann getur verið 3 mánuði ári frí á launum með veikindarétti, orlofsrétti, þessu rétti, hinu rétti fyrir utan þannig að þetta allir sem eru ferðarþjónustu verða að vara við það að ef það er endurskipulagningar fækkun og ekki ferðarþjónustu bara víðar í atvinnulífinu að þá eru allir viðkomandi starfsmenn veikir uppsagnarfresti og þetta getur verið frá viku upp í 3-6 mánuði. Þetta er stór, ekki bara útgjaldarlega, þetta er líka móralst á vinnustæðnum að sigla gegnum þetta í staðan fyrir að þú getur sagt sko gott og vel það er meira, það er 31 dagar þessum mánuði, 28 í öðrum og þú getur ekki skapað viðkomandi sama vinnutíma. Sko, þetta er alveg rétt sér með veikindaréttin sko, en auðvitað eins og hann var hugsaður þá er hann mjög mikilvægur og en það er alveg rétt hjá þér sem hún segir að hann er vel nýttur smúrðað þannig og það er ekki laust við að það eru starfshópar í gangi bæði hjá SA og í samstarfi ASI að reyna að skoða veikindaréttin og bara hvernig við getum einhvern veginn, hvað maður segja, unnið með starfsfólki þannig að það sé ekki alltaf hvað þurfa að nýta þennan rétt sko, frekar og halda þeim á vinnumarkaði frekar sko, því að það er auðvitað til hagsbóta fyrir alla. Já, þessi veikindarétti, ég bara sagt ykkur dæmi það að starfsmenn sem við að láta fara og þetta veikindavottor frá lækni, það var ekkert að gera við en viðkomandi var í Egyptalandi eins og ekki börnin sín. Já, maður hefur heyrt svona dæmi. En þetta er bara mjög sterkur réttur og eðlilega sko. Og ef fólk er veikt. Já. Já. Eins og áðan þá bara getum við gripið hörpu og eftir að við klárum erindin. Nú erum við búin að fara aðeins yfir, þú veist kannski koma og tengja tóna. Nú erum við búin að fara svolítið yfir þessi tækjatól sem að meðal annars er í boði fyrir fyrirtæki í ferðarþjónustu og áðan með MSS og eftir, sérstaklega þess að til er okkar svæði. En núna erum við komið með hann Ægir Viktorsson sem er forstöðumaður hjá Bláa Lóninu og þá er ákveðið að breyta eins og kúrs og fara kannski eins og núna, fá Bláa Lónið og svo Ísafjörð eftir. Í rauninu hvaða tól þau hafa verið að nota og hvernig það hefur virkað
náttúrulega áskorun á stórum vinnustöðum, en þetta að sjálfu sér eitthvað sem að allir geti örugglega nýtt sér og tekið eitthvað til sín. Var þetta ekki gekk svo vel á? Já, það að hugsa aðeins. Já, grunna. Þetta er ekki ábendingu heimahúsið, það heyrist ekki alveg nógu vel. Það er kannski bara að herða eða eitthvað, þetta ekki. Já, ég get svo sem alveg hækkað á mig. Komið sæl, takk fyrir að bjóða mér hingað og þennan morgunverðarfund. Ég ætla svona áður en lengra halda allir aðeins að segja örlítið frá mér. Eins og kannski kemur fram hérna, ég er forstöðumaður ráðningu og mannauðsráðgjafi hjá Bláa lóninu með viðbótarmenntun í mannauðsstjórnun og yfir 20 ára reynslu sem knattspyrnuþjálfari. Þessi blanda menntun og reynslu hefur kennt mér mikilvægi samskipta, hvatninga og lausna með hugsun bæði innan og utan völd. Í dag langar mig að deila með ykkur hvernig við hjá Bláa lóninu höfum tekist á þær miklu áskoranir sem eldgosin á Reykjanesi hafa skapað síðastliðin 1,5 ár. Ég ætla svona aðeins að koma inn á bara okkar reynslu, lausnir og bara þau lærdómi af þessari vegferð. Svona flestir vita og þekkja Bláa lónið, en það er kannski færri vita að hjá fyrirtækjum starfa 800 manns. Starfsfólki kemur frá 40 þjóðernum og við teljum það mikil styrk. Fjölbreyttur bakgrunnur, menntun, reynsla stuðla bara betri þjónustu og meiri gæði. Hjá okkur eru fjölbreytt störf, við erum meira og minna með alla flóruna, matreiðslufólk, nuddara, böllera, sérfræðinga eins og verkfræðinga, lögmenn, lækna, svo mætti lengi telja. Meiri hluti býr hérna á Suðurljósunum og meðalaldurinn er 35 ár. Svona áhrif eldgosa á starfsemi Bláa lónsins. Frá árinu 2023 hafa orðið nokkuð eldgos á svæðum. Á árinu 2024 þurfti Bláa lónið að loka 71 sinnum. Þetta hafi verulega áhrif á reksturinn, eins og gefur að skilja. En við tókum meðvitað ákvörðun að vernda störf og styðja starfsfólk eins vel og mögulegt var. Sú nálgun hefur skilað sér. Þrátt fyrir áskoranir höfum við náð að halda vel, bara mjög vel utan starfsmönnum. Að hlúa á fólkinu okkar í mótbyr. Eftir fyrsta eldgosi opnuðum við skrifstofuna okkar í Urriðaholtinu og hún var bara opin allan sólarhring. Þar gat starfsfólk komið, saman fengið sér að borða, jafnvel farið í sturtu, spjalla við kollega. Þetta var kannski eini fasti öryggi punkturinn í óvissu. Mannauðssviðið stóð sér frábærlega og náði að styðja við starfsfólki í mjög krefjandi aðstæðum. Við hófum daglegar samverustundir sem einkenndust af mikilli samkennd, bæði fyrir þá sem þurftu stuðning og þá sem vildu veita. Við fengum einnig sálfræðingast í heimsókn og böðum upp að opna viðtalstíma bara fyrir einstaklinga og jafnvel teymi. Það var strax ljóst að þetta yrði ekki skammant. Við þyrftum þol og úthald fyrir langt. Það sem við vildum tryggja umfram allt annað var öryggi fólks. Strax í upphafi jarðhræringa á Reykjanesinu árið 2021 fórum við að vinna að okkar viðbragði. Við vorum því byrjað að undirbúa okkur fyrir alls konar sviðsmyndir löngu áður en kvikugangurinn myndast undir Grindavík. Við endurskoðum allar áætlanir félagsins jarðskjálfta, eldgos og rýmingar. Við héldum fjölmargar rýmingaræfingar, fræðslutíma fyrir starfsfólk, viðbrögð við vá. Við settum upp á laggirnar 35 manna teymi rýmingafulltrúa úr öllum deildum félagsins. Þau fengu sérhæfða þjálfun í jarðhræringum, mælingum og þrautsemin. Og
þegar kvikumagn í Svartsengi nær ákveðnu marki virkjum við sérstakt viðbragð. Við erum með auka starfsfólk á vakt allan sólarhringinn og síðan eru aukar út tiltækar á svæðinu. Í mars 2024 kom ný áskorun. Lengsta eldgosið til þessa á Sundhnúkagígaröðinni, gasmengun fylgdi kjölfarið. Hvað gerðum við? Jú, við eldum gasmælanetið okkar verulega. Við búum til aðgerðaáætlun vegna gasmengunar. Við setjum upp námskeið og fræðslu gasskildi og mælingar. Við höfum allt frá upphafi verið í nánu samstarfi við aðgerðastjórnina á Suðurnesjum og almannavarnir. Við fylgjum tilmælum með lokun en tökum einnig sjálfstæðar ákvarðanir þegar það þjónar öryggi best. Við höfum lagt okkur fram við að efla upplýsingar til starfsfólks til að vinda ofan af þeirri upplýsingaóreiðu sem hefur ríkt í fjölmiðlum á þessum tíma og oft í samfélaginu öllu. Þar sem allir vera orðnir eldgosa sérfræðingar. Það sem hefur reynst okkur best er að eiga vikulega og stundum daglega fundi með sérfræðingum meðal annars á borði Veðurstofuna, almannavarnir, gassérfræðingar og verkfræðingur frá Eflu. Við höfum þurft að læra og fræða til að mynda varnargarða, hraunflæðilíkun, gasdreifingarspá og líkur og óhagstæðum vindáttum. Leið og upplýsingar liggja fyrir, þá miðlum við þeim strax til okkar fólks. Bæði vikulegum fundum með framkvæmdastjórn og einnig með daglegum póstum frá öryggistjóra stöðu mála á Reykjanesi. Þannig höfum við náð að byggja upp traust og hjálpa starfsfólki okkar að sigta út réttar upplýsingar úr óreiðunni sem getur verið mikill streituvaldur ofan á krefjandi starfsástæður. Upplýsingaóreiðan hefur mögulega verið okkar erfiðasti andstæðingur. 800 manna fyrirtæki í hringi við jarðhræringa hefur oft verið í fréttum sem hefur óhjákvæmilega áhrif á ímynd vinnustaðarins út af við. Og við erum ennþá með vikulega starfsmannafundi þar sem farið yfir stöðu mála, öryggismál og við tökum bara samtali með okkar fólk. Þessum fundum er stýrt af framkvæmdastjórn og eru upplýsingafundirnir núna orðnir 74. Frá því að þessi atburðarás hófst höfum við tekið eins vel og fallið utan fólki okkar. Við höfum unnið að því að skapa samfélag innan félagsins, þar sem öllum gefst tími og rými til þess að aðstoða aðra, leita sér hjálpar og afla sér upplýsingar. Samstaðan á vinnustæðum hefur verið ólýsandi. Eftir að Grindavík var rýmt settum við upp nytjamarka í skrifstofuhúsinu okkar í Urðarholtum, Garðabæ. Sérstaklega hugsa fyrir fólki okkar frá Grindavík sem gat ekki farið til síns heima. Hæðin fyllti strax á fyrsta degi alls kyns stóti og við höfðum ekki undan að taka á móti. Allir vildu hjálpa og allir vildu gefa af sér. Við nýtum mánaðarlegar starfsmannakannanir og samtöl í þeim tilgangi að spyrja sérstaklega út í líðan starfsfólks. Við höfum eftir fremsta megni mætt þörfum hvers og eins til þess að takast á við þennan erfiða tíma. Við settum einnig upp velíðunargátt Körkonött sem við köllum velíðunartorg Blálónsins. Þar getur starfsfólk nýtt sér sálfræðiþjónustu og þjónustu alls kyns sérfræðinga í ýmsum heilsuöflandi þáttum. Áhyggjur af starfsöryggi og fjármagni getur haft mikil áhrif á andlega heilsu fólks, en það er eðlilegt að komi upp þegar fyrirtæki þitt hefur verið lokað og tekjulaust í áttatíu daga. En við gerum allt til þess að verja störf fólks og hefur okkur hingað til tekist að standa af okkur þennan storm og haldi hverju einasta starfi þrátt fyrir að félag hafi tapað milljörðum. Ástæðan er einföld. Við tókum ákvörðun að trúa á framtíðina og við þekkjum
ekki þau verðmæti sem fólgin í okkar mannum. Þessi umbrotatími hefur líka verið mikill lærdómur og eftir á að hyggja hefur við oft getað gert hlutina öðruvísi. Við höfum lært margt og við viðurkennum við gátum gert oft á tíðum betur. Upplýsingagjöf í upphafi jarðhræringa hefði mátt vera skýrari, sérstaklega með fjölbreyttan bakgrunn starfsfólk í huga. Rýmingafulltrúar fengu ekki greitt fyrir aukna ábyrgð, en við leiðréttum það nú fljótt. Gasmengun, einn starfsmaður veiktist. Í kjölfarið efldum við gasmælingar, eftirlit og fræðslu verulega. Við höfum skapað menningu þar sem mistök eru tækifæri til umbóta. Það skiptir sköpum. Hetjurnar okkar eru framlínustarfsfólkið. Það hefur staðið vaktanir í erfiðum aðstæðum og við stöndum með þeim alltaf. Þrátt fyrir erfiða tíma síðastliðin 1,5 ár erum við mjög stolt af þeim árangri sem við höfum náð, bæði sem vinnustaður og sem heild, og hvernig við höfum staðið á okkur þennan storm. Það sést líka í viðurkenningu sem við höfum fengið eins og viðurkenningin frá Moto fyrir framúrskarandi starfssamræði og viðurkenningu að komast í lokahóp Inspiring Workplace í Evrópu. Þessar viðurkenningar endurspegla einstakan starfsstandard Bláa lónsins. Það var ekki lengur. Takk fyrir. Og það er bara alveg sjálfsagt að bara hafa samband þeir sem vilja svona kafa dýpra úr, kannski ofan í það sem við höfum verið að gera, þá er bara að gera. Eitthvað spurningar til hans? En það er eflaust vel hægt að læra af mörgum. Þið hafið gert í gegnum þessi ár sem að umbrotin hafa átt sér stað og ekki síst ekkert endilega sem fyrirtæki heldur líka í rauninni sveitafélag. Ef að sveitafélagin sem eru með almannavarnir og eru með hættuástand og rýmingaráætlanir, að þá held ég að verkfæri eins og lærdómurinn hjá Bláa lóninu getur nýst í framhaldinu hjá sveitafélögum, bara varðandi upplýsingagjöf, varðandi bara svona matreiðslu á verkefnum. Þannig að það er ótrúlega áhugavert og ég hveti þetta til að kynna ykkur þetta. Og hafa samband. En við höldum áfram og við erum með annan stóran vinnustað hér upp á Keflavíkurflugvelli hjá Isavia sem hafa verið í ákveðinni vegferð núna á síðustu árum og hefur verið mjög áhugavert að fylgjast með því. Við erum komið með Steinunni Snorradóttur frá Isavia skólanum, hún er námsbrautarstjóri og ætlar að fara aðeins yfir þetta verkefni hjá þeim í varðandi jákvæð samskipti og já, bara gefa gólfið. Já, takk fyrir. Já, ég heiti Steinun, ég er alltaf kölluð Denna. Ég er sem sagt kennaranáms- og starfsráðgjafi, var í grunnskólakerfinu mörg ár áður en ég fór til Isavia, búin að vera þar síðan 2018. Isavia er búin að vera í mjög stóru verkefni varðandi menningu, bara vinnustaðamenningu, samskipti á vinnustaðnum, sem að mér langaði aðeins að segja ykkur frá. Það fyrst að byrja að fara bara í gegnum samskipti bara svona almennt og segja ykkur svo frá þessari vegferð okkar hjá Isavia. En ef við fyrir bara byrjum á því, bara hvað samskipti, hvað þýðir þetta orð? Auðvitað, það er bara þegar fólk hefur einhvern samgang eða samtöl sín á milli. Við erum í einhvers konar samskipti, við erum að deila orðum eða öðru sem er okkar á milli. En ef við fyrir bara sem einkenni, þá er það helst náttúrulega raddbeitingin. Það er fas, framkoma, augnsamband, hafa áhuga á sínan og svo líkamstjáning og virk hlustun. Ég ætla að fara aðeins betur í þessar þætti. Auðvitað þá er röddin verkfæri og við þurfum að tala sjálfsögðu beint til áheyrenda og
beita röddinni þannig að hún sé óþvinguð og eðlileg og hikkorð og málkækir og annað getur líka haft áhrif. Og auðvitað náttúrulega bara tónning, hvernig við tölum. Er ég að segja, jú, ég er bara fín, eða jú, ég er bara fín, þú veist, þetta er, ég er að segja sömu orðin, en tónning, þetta verður algjörlega sitt hvora merkinguna. Þannig að röddin skiptir ótrúlega miklu máli í okkar samskiptum. Fas og framkoma, augnsamband, orðaval, hreyfingar, svipbrigð og tjáning, líkamstjáning og annað sem við erum að nota, hvað sem það er andlit eða hendur eða annað í tjáningu okkar. Og þetta er náttúrulega mikilvægt að ná augnsambandi við fólk. Þetta er náttúrulega þegar maður er að tala við hóp, maður nær kannski ekki augnsambandi við hvern og einnig þegar maður er í smærri hópi eða einstaklingssambandi, þá þetta skiptir það máli að vera í augnsambandi við einstaklingana. Og svo er náttúrulega bara þessi áhugi. Þetta skiptir það máli við sem að sýna einstaklingnum og málefninu sem við erum að ræða áhuga. Þannig að við séum að spyrja spurningar, við erum að reyna að fara dýpra, þannig að viðmælandinn okkar er sá sem við erum að ræða við, finnir það, við höfum áhuga því sem við erum að tala og viljum vita kannski eitthvað örlítið meira eða fara dýpra. Og svo er það náttúrulega bara líkamsstöður, handahreyfingar, bendingar og annað sem við getum nýtt við áherslu. Og svo er þessi virka hlustun sem að getur oft verið dálítið erfið. Auðvitað þurfum að hlusta eftir því sem er sagt og hvað það er sem býr að baki, þá þurfum við ofta að spyrja til þess að fara dýpra. Ertu að meina þetta eða ertu að meina hitt? Og þá getur stundum verið gott að spegla og aðeins er það þetta sem ég heyri að þú ert að segja. Og svo er það náttúrulega þetta bara að lesa á milli línana. Það sem er ekki sagt beinum orðum en fólk er kannski að reyna að fara í kringum. Stundum fyrir fólk eins og köttur í kringum heitan grauta. Það segir ekki beint út það sem að það vill að komi fram. Þá er ótrúlega mikilvægt einmitt að spyrja og reyna að fara dýpra. Og svo náttúrulega bara fylgjast með líkamstjáningu bæði sínum eigin og annara og þeim hindrunum sem geta komið upp. Og svo er það náttúrulega bara að hlusta án þess að dæma. Að reyna að vera hlutlaus. Við erum ekki búin að setja sig í einhverja ákveðnar stellingar. Eða með einhverja ákveðin viðþorf eða annað. Þannig að við séum að reyna að hlusta á það sem að einstaklingurinn er að segja. En það sem ég langaði svo ótrúlega mikið að segja ykkur frá, það er þetta menningarverkefni sem að Isavia er búin að vera í núna síðan 2021 og ég ætla að fara hérna beint í næstu glæru. Því að náttúrulega með samskipti eins og svo margt annað þá er búið að rannsaka þetta mjög mikið og mjög djúpt og það er búið að svona hegðun og samskipti, það er búið að skipta þessu í svona 3 meginflokka. Það er þessi uppbyggjandi menning, þar sem okkur líður vel. Við getum sagt okkar skoðanir, við getum rætt málin hlutlaust, við getum verið ósammála. Án þess að það sé einhver leiðindi gagnvart því, en við finnum það alltaf bestu lausnina. Svo er þessi óvirka menning. Það er fólki það sem að maður hörfar sig, maður þorir ekki að segja sína skoðun. Við höldum okkur svolítið tilbaka. Þannig að við viljum ekki rugga bátnum. Og svo er það þessi sem er svolítið andstæðan við þessa óvirku menning og það er drottnandi menningin. þar sem að ég ætla bara að fá allt mitt í gegn, sama hvað tautar og raular. Ég ætla að vera sigurvegarinn í þessum umræðum eða samskiptum. Ég ætla bara að fá mitt fram, sama hvort það séu kostnað annara eða ekki. Einmitt, við fyrir aðeins dýpra í þessa þrjá í raun og veru liti eða þessar hegðanir, eða þessi uppbyggjandi menning, þá lítum við á ólíka skoðanir sem tækifæri til að ná betri ákvörðun. Það er virk þáttaka allra. Við leggjum okkur fram við að finna misræmið í skoðunum og af hverju það er. Leggjum áherslu á mína og þína upplifun sem getur verið eins og til dæmis bara hjá Bláa lóninu, bara milli deilda eða milli fyrirtækisins og alla þeirra sem að þau hafa verið einmitt í samskiptu við, hvort sem að það eru jarðfræðingar, verkfræðingar eða fjölmiðlar eða hvað sem það er. Þannig við reynum svolítið að skilja hlið hinna líka. En með því að gera það, þá erum við svolítið að setja okkur í spor hinna og þá er meiri skilningur. Og þá kannski, já,
En þess vegna sem þetta ekki hægt, af því að kannski einhver reglugerð á bakvið eða eitthvað annað, jarðræringar eða bara ráningasamningar eða annað. En svo þessi óvirka menning, þar sem að við forðumst átök, viljum ekki rugga bátnum, viljum ekki vera ósammála, en sitjum þar að leiðandi á okkar skoðunum og komum þeim ekki á framfæri. Og þá náttúrulega lítil leiðtogahæfni, það allir að draga sig í hlé. Og svo það þá drottnandi, þar sem að við erum svolítið að horfa á þessi mistök, hvað virkar ekki, við erum að reyna að stoppa aðra, hunds og svör, við erum bara svolítið að stjórna og viljum fara í gegn bara á okkar forsendum. En svo það ekki bara þessi þrír meginflokkar, svo búið að skipta hverjum á einum flokki niður í 4 svona sneiðar, og ég ætla kannski ekki að fara alveg djúpt í hvern og einn, en kannski einblína á þessa uppbyggjandi hegðun, því það þar sem að við viljum vera og þar líður okkur best og þar erum við öll jafningjar, en þar erum við ánægð í störfum okkur og veitum framúrskarandi þjónustu. Við setjum okkur krefjandi markmið og leysum úr málum á árangursríkan hátt, sýnum okkur öðru stuðning, erum uppbyggileg og jákvæð samskiptum við aðra og erum vingjarnleg, opin og vakandi fyrir ánægju og velferð hópsins. Þarna erum við að hugsa hópin, við erum öll að reyna að vinna sem eitt lið. Því að náttúrulega bara að vera að vinna í stóri fyrirtæki, þetta svolítið eins og að vera í einhverju liði, íþróttaliði. Við þurfum öll að ganga í takt. Það ekki nóg að hafa bara fullt af góðum spilurum ef þeir ekki að spila saman. Við þurfum að vera sem ein heild. En það sem hefur verið svo ótrúlega gefandi einmitt í þessari menningarvegferð hjá Isavia, að það líka ekki bara sagt, þið eigið að vera bara í góðum samskiptum, heldur það líka verið að segja okkur hvað getum við gert og hvernig getum við verið í þessum góðu samskiptum. Og þá það sem við kallum svona áherslu þætti, það þessi 5 þættir, hvernig get ég byggt upp traust, tekið ábyrgð á minni eigin hegðun, vaxið og þroskast sem einstaklingur, stuðlað uppbyggilegu samstarfi og náð árangri með öðrum. En ef við horfum á þetta, þá byrjar þetta alltaf á hvernig get ég. Því það náttúrulega eina manneskjan sem við getum breytt og haft áhrif á, að það eru við sjálf. Við þurfum alltaf að byrja á okkur. Þannig að það búið að vera ótrúlega mikil naflaskoðun hjá starfsfólki Isavia undanfarið til þess að fara að ná betri árangri. En svo ekki bara það að það séu þessi 5 áherslu þættir, þá líka sagt, ok, hvað get ég gert til þess að byggja upp traust? Og þá eru bara komnar leiðavísir af því. Ég tjái tilfinningar mínar, ég á staðnum, hlusta og legg mig fram, umhyggjusöm, hreinskilin, virði mörk annara, þekki mín eigin mörk líka, geri það sem ég segist alltaf að gera, dæmi ekki aðra og viðurkennum mistök mín og læri því að öll erum við mannleg, öll misstígum við okkur einhvern tíma, en þá getum við bara lært af því og forðast að lenda í sömu gryfju aftur. Ég tek ábyrgð á minni hegðun. Auðvitað náttúrulega enginn sem getur borið ábyrgð á hegðun minni annur en ég, en ég sýni gott fordæmi bæði tali og hegðun. Haga mér í takt við menningarsáttmálann sem að Isavia gerði þegar við fórum í þetta verkefni. Ég veiti endurgjöf og uppbyggjandi hátt, sýni forvitni, viðurkenna mína styrk og veikleika og stuðla þannig uppbyggjandi samskiptum, hef hugrekki til að gera breytingar og hef gleðin ávallt að leiðarljósi. Og mér fannst einmitt ótrúlega gaman þegar við vorum einmitt í þessu, vorum að innlega þetta, að þá var ekki bara að tala styrkleika og hvernig við erum að gera. Þá voru líka stjórnendur sem voru að koma og voru að segja, já, þetta, ég er búin að prófa þetta var ekki að virka nógu vel, eða ég hef líka heyrt að fundi þar sem að gekk ekki nógu vel. Einstaklingar löbbuð út og voru báðir ósáttir. Eftir fundin, þá tókuðu þeir upp símtólið og hringdu og bara, heyr, þetta var ekki góð fundur á það. Getum við tekið hennar fund aftur? Og sem þeir gerðu. Og fyrst að þá einmitt var sá sem að hringdi var búinn að segja, eða hugsa með sér, hann sagði, ég ætla láta bara sem ekkert sé, við ætlum bara að taka hennar fund aftur. En svo var þetta alltaf eitthvað að trufla, þannig að þegar að koma fundin þá segir bara, við verðum bara aðeins að byrja á því að ræða síðasta fund.
mín viðbrögð þegar þú sagði þetta voru svona. Þarna komi mín varna viðbrögð fram og þess vegna brást ég svona við. Og með því að fella svona sína grímu, að þá gerði hinn einstaklingur það líka, og þessi tveir einstaklingar í ótrúlega góðum samskiptum í dag. En það byrjaði með því að annar fór að fella sína grímu og segja þarna eru mín varnaviðbrögð. Við þurfum náttúrulega bara að vaksa og þessum einstaklingar, þá tökum við ábyrgð á okkar eigin þjálfun, þróun, sækist eftir, gefa uppbyggileg endurgjöf, síni áhuga, tek þátt af fullum hug, síni forvitni, styð samstarfsfólk mitt í þróun sinni, þroska og lætum mig varða, þróa með mér hæfni til að vera uppbyggjandi og virkja fólk til að þróast og þroskast saman. Og svo það hérna uppbyggileg samstarf. Ég tala við fólk, ekki það. Ég virkur hlustandi, leitast við að skilja þarfir þeirra, tjái skoðanir mínar og væntingar á þess að dæma, tek þátt í umræðum að heilindum og virði uppbyggileg skoðanaskipti og læt velferð samstarfsfólks míns mig varða. Og svo það einmitt 5. þátturinn að ég árangri með öðrum, auðvitað ber ábyrgð minni eigin framistöð, tek ábyrgð á velgengni fyrirtækisins, set sameiginleg markmið sem eru skýr og mælanleg, reyna að valdefla samstarfsfólk mitt og útdeila verkefnum, deila skoðunum mínum á markmiðum okkur framistöðu og öll þessi sameiginlegu markmið sem að verða til með samvinnu. Og svo sjálfsögða rósa þegar að við gerum vel og náum árangri saman. Eitt af því sem líka það náttúrulega bara baktal. Við reynum að vera ekki í einhverju baktali, við reynum að tala við fólk, ekki það, ekki vera að tala fólk án þess að það eigi kost á því að svara fyrir sig. Þannig að það eitt af því sem að hefur verið mikilvæg áhersla á. En svo það kannski stærsta verkefni sem við erum búin að vera að fara í gegnum, það hvernig breytum við menningu hjá tæplega 1000 manna fyrirtæki. Það náttúrulega dálítið stór biti að fara í. En það var sem að Sveinbjörn forstjóri ákvað að gera þegar að fljótlega eftir að hann tók við, að hann sagði einmitt að við ætlum að innleiða nýja stefnu. Hann sagði, stefna, þú sem flotta stefnu, hún mun aldrei ná að ganga eftir ef við erum ekki að vinna í takt og ganga í takt. Þannig við skulum byrja á menningunni og svo skulum við fara að innleiða stefnuna. Og það eitthvað sem við verið að gera núna. En við byrjum á þessu verkefni 2021, nú 2025, þannig að það er búið að eyða ótrúlega miklu tíma og orku í að breyta þessari menningu. En við náttúrulega öll búin að vera að reyna að horfa eins mikið inn á við og við getum og leggja okkar á mörkum til þess að stuðla því að menningin og samskiptin okkar á milli verði uppbyggilegri. Og þá náttúrulega þessir 5 áhersluþættir sem ég var að tala áðan, þeir eru svolítið leiðavísirinn okkar. Og svo náttúrulega svolítið misjafnt eftir því hvar við störfum innan fyrirtækis og hvers eðli starfið okkar hvernig áherslur okkar eru og þá innan teymisins. En ég ætla að sýna ykkur bara aðeins tölur. Þessi liti, þetta eru samskipti sem ég var að tala áðan. Þetta er óvirka menningin, þetta er þessi aggressíva menning og svo uppbyggjandi. 2021 var gerð mjög stór skoðanakönnun innan fyrirtækisins sem að innihélt með eitthvað 200 spurningar. Þannig að maður var mjög lengi að fara í gegnum þetta. Og þá var það ýmsa þætti starfsins og menningarinnar og þá komum við svona út. Þetta eru niðurstöður 2021, þetta eru alls ekki góða niðurstöður. Þannig að sjá að þetta var svolítið mikið valdabaráttu annars vegar og hins vegar þeir sem að drógu sig tilbaka og voru í forðum og þessari óvirku menningu. En þegar þessi spurningakönnun var send út, þá var send önnur samtímis það hvernig viljið þið hafa menningu. Þannig að það var önnur eitthvað 200 spurningakönnun hvernig við vildum hafa og þá kom þessi mynd út, það sem við köllum kjörmenningu. Þetta það sem að starfsfólkið vill vera í og hún samræmist algjörlega því sem að hefur verið gert annars staðar í öðrum fyrirtækjum og öðrum löndum þar sem að þetta hefur verið innleitt. Þannig þið sjáum, það er allt annar litur á myndinni. Auðvitað viljum við bara vera uppbyggilegu samskiptunum
og hérna þá þessi hérna rauð og græni liturinn orðin mjög lítið. Ég man á upphæðu þegar vorum að tala þá var svolítið talað já þetta bara hérna svona já, þetta bara var já menn ekki alltaf að segja já, en það alls ekki þannig. Við megum segja nei, við megum vera ósammála, við eigum að segja okkur skoðun, en svo sameiginlega komist við að bestu niðurstöðunni. Það var svo gerð aftur sambærileg könnun í september 2023 og þá þetta niðurstaðan það. En þið sjá, það gríðarlega munur á milli mynda á þarna rétt rúmlega 2 árum. Þannig það alveg hægt að snúa stóru olíuskipi við. Þannig að þetta náttúrulega heljarnar átak að snúa menningu hjá tæplega 1000 manna fyrirtæki við, en það hægt. Og gaman myndi segja frá því að ég einmitt í þjálfunarmálunum og ég funda reglulega með einmitt fræðsludeildum bæði hjá Icelandair, Airport Associates og öðrum hérna sem að vinna á flugvöllunum. Og þau einmitt tala það líka. Það allt annað að eiga í samskiptum og við svolítið að reyna að smita þetta út. Þetta sé ekki bara menningin okkar, heldur líka öll fyrirtækin og aðilarnir sem við í samskiptum við. Ísafja náttúrulega bara eitt fyrirtæki af stóru myndinni, af þeim sem að vinna bara á flugvöllinu. Þannig en við svona að reyna það, að smita út þessi jákvæðu samskipti og ég hef alveg heyrt að það sé mikill munur á menningu. Þannig að sem betur fyrir, þá þetta ekki bara breyting innan fyrirtækisins, heldur líka út af við þau fyrirtæki sem að við í samskiptu við. Ég ætla bara svona rétt í lokin, einmitt að aðeins að segja ykkur, að gefa ykkur dæmi það, hvernig þetta hefja samræður á uppbyggilegan hátt. Að það náttúrulega svolítið, við erum að reyna að vera svolítið hlutlaus, við erum að reyna að fá meira út, við erum ekki að segja, já ég sé þetta svona heldur, þú veist, ok, frá mínu sjónarhorni lítur út fyrir það, þú veist, þá hljómar þetta svolítið svoleiðis. Ertu til ég að útskýra betur, ertu til ég að segja mér, bara, ég get veist þetta, það allt í lagi, þú veist, þannig að við erum, hvað þyrftir þú til að halda áfram með þetta, þannig að þarna erum við líka svolítið. Hvað getum við gert til þess að við séum að vinna betur og við séum að skilja sjónarhorn hvort annars og við séum með hagsmuni beggja aðila að leiðarljósi þegar við erum í samskiptum. Þannig að ég ætlaði bara svona, ætlaði ekki að fara yfir allt en endilega takk ég með ykkur. En eru einhverjar spurningar eða eitthvað sem að þið hafið varðandi þetta? Já. Bara aftur forvitni? Já. Hvernig tekst ykkur að láta starfsfólk svara 200 spurningar könnunum? Hvað var mikil þátttaka? Já. Hvernig tekst að láta starfsfólk svara 200 spurningar könnunum? Já. Hversu mikil var þátttaka? Já. Ég ekki alveg með tölurnar þá hversu margir svöruðu af þeim sem að fengu þessa spurningu kunnu senda út en þetta var sett í mjög stórs úrtaks af starfsmönnum og svar þáttakan, ég man ekki prósentuna en hún var mjög góð þannig að þetta var alveg marktækt þetta var ekki bara einhver 10-20% sem svöruðu heldur, þetta var alveg marktækt svöruð. Það voru 2 ár á milli þessara kannana. Já. Er þá önnur að fara að staða þessu ári eða? Veit ekki hvort það sé búið að taka ákvörðun það, en já, það verður alveg eflaust gert svo önnur könnun. Og nú erum við svolítið komin í það eitt að innleiða eitthvað, en svo erum við núna einmitt komin hvernig getum við svo haldið í við. Þannig að við... Spurningin mín, hvað er framhaldið? Já, hvað er framhaldið? Nákvæmlega. Og ég svo ótrúlega heppin að fá að vera mitt í hópi sem við erum að þjálfa. Þannig allir nýliðar sem að byrja og koma til fyrirtækisins, við erum með svona nýliða dag, þar sem við skiptum við sem sagt hjá Ísafja skólanum og mannesvið, við skiptum þessi degi á milli okkar, annars vegar bara svona bara innleiðingu og nýliða dag og svo hins vegar þar sem við erum að tala menninguna. Kannski
utan aðeins á hliðarlínunni. Já. Ísa er náttúrulega stærsti vinnuveitandi hér líklega á Suðurnesjum. Hver er starfsmannaveltan hjá? Þegar nú er ferðaþjónustan annáluð fyrir mikla starfsmannaveltu. Já. Sko, ég get ekki alveg svara fyrir það. Ég er ekki með þá tölur, þannig að ég er ekki í mannesteyminu eða mannaráðningum. En þannig ég get ekki alveg sagt þér. Ég fann náttúrulega ótrúlega mikla ráðningar eins og núna vori fyrir sumarið. Við erum að fá gríðarlega mikið af nýju fólki fyrir sumarið. Ég held við séum að fá 300 manns núna aukalega fyrir sumarið. En hvað varðar hina, bara fast ráðna fólkið, ég er ekki alveg með tölunar, en ég geti svo sem alveg komið staði í og upplýst það, að þið hafi áhuga á. Takk hérlega fyrir. Við höldum þá bara ótrúið áfram og síðasta erindið okkar er frá MSS, þar sem við ætlum kannski aðeins að fara svolítið yfir þessi verkfæri sem við höfum hér á svæðinu og þeirra svona aðkomu að fræðslu í ferðaþjónustu. Og við erum með Hólmfríði Karlsdóttur, deildarstjóra fræðslu, sem ætlar að koma til okkar. Takk hérlega. Já, komið í sæl, gaman að vera hérna með ykkur. Ég er sem sagt Hólmfrúr, kölluð Hópi, og er deildarstjóri fræðslu og með mér er hún Guðjón Ína, forstöðumaður MSS. Við ætlum svona aðeins að fara með ykkur yfir fyrirtækjasvið MSS, en áður en kannski fyrir mig það, þá skiptist MSS í 3 deildir. Við erum semst með samvinnu, starfsendurhæfingu, við erum með náms- og starfsráðgjöf og svo erum við með deildina fræðslu, þar sem við erum með sviðið fyrirtækjasvið. Fyrirtækjasvið MSS býður upp á námskeið og ráðgjöf fyrir fyrirtæki og stofnanir, þar sem þarfir hvers og eins eru hafðar að leiðarljósi. Við svona ákveðum að taka svona fyrir, við erum, sem ég segi oft, við erum eins stór eins og við erum lítil og bjóðum upp á ótrúlega margt. Við höfum verið með fræðslustjóra láni inn á vinnustæði, komið að mörgum svoleiðis verkefnum og erum bara svona frekar, svona eins og ég segi, og sjóðu í því. Við erum með margar þarfagreiningar og greinum þörfina til að sjá svona hvaða fræðslu og fleira bæði starfsfólk og aðrir kalla eftir. Og úr verður yfirleitt bara fræðslu áætlanir, allt frá bara einu námskeiði til bara fræðslu áætlanir sem nástundu bara yfir heilt ár. Við erum með stutta hnitmiða fyrirlestra, við höldum styttri og lengri námskeið, við komum að starfsstugum og hópefli. En ég ætla að kannski aðalega ræða íslensku námskeiðin og fleira. Íslensku námskeið hjá fyrirtækjum. Það sem við höfum kannski aðalega verið að gera er að þegar við förum inn í fyrirtæki þá byrjum við alltaf á því að leggja fyrir svona þarfagreiningu og finna hvað liggur fyrir, hvað er fyrirtæki kannski svona meira að kalla eftir. Við gerum viðtalsrammann með mannustjóra og finnum svona hvað vönturinn er. Við tjekkum svona getu nemenda, leggjum fyrir stöðupróf og komumst að því, er það byrjendanámskeið sem við þurfum að halda, er það námskeið fyrir lengra komna og þá komum þessi stöðupróf sem við leggjum í fyrir hjá fyrirtækjum og finnum þá út hvort að við getum haldið námskeið á vinnustöðunum og getum það bara byrjendanámskeið eða fyrir lengra komna. Við bjóðum mörgum starfsfólki að koma til okkar hér í fræðslumiðstöðina sem vilja sækja þá námskeið fyrir lengra komna. Við kynnum námskeiðin sem þau geta sótt til okkar og við reynum svona að sýna fólki sem til dæmis er með nám frá sínu heimalandi að hægt er að meta það og bendu það á til dæmis Enigmatic. Við höfum skipulagt námskeiðin þannig að við getum haft þau hjá fyrirtækjum og erum til dæmis bara núna í þessari viku að útskrifa hátt í 60 manns hjá Bláa lóninu. Nú vorum bara síðastliðinn mánudag að útskrifa þar og í næstu viku. Ef að fyrirtæki hafa ekki fræðslu aðstöðu til, þá eru námskeiðin haldin hér hjá okkur og svo erum við alltaf að þróa okkur í að vera með námskeiðin á
online eða á Teams og fleira. Við höfum verið að fara svolítið líka inn í fyrirtæki og kynna fyrir starfsmönnum mikilvægi þess af hverju mikilvægt að byrja sem fyrst að læra íslenskuna. Og þar höfum við oft verið að kynna bara fyrir ertu fann að finna strax að þú ætlar að búa á Íslandi. Ætlar þú að sækja ríkisborgararétt? Kemur þú frá því landi að þú þarft að hafa dvalarleyfi eða endurnýja dvalarleyfi? Þá eru þar alls konar skilmálar fjölda íslensku stunda eða íslensku námskeiða sem fólk þarf að sækja. Það frá Hæfnissetrinu fórum nú vel yfir þetta áður, en þetta mjög mikilvægt og við erum mikil talsmenn með áttina og við vinnum mikið með fyrirtækjum og auglýsum hvað hægt að gera og hvað þau geta gert til þess að halda áfram að efla sitt fólk, sækja námskeið og skipuleggja námskeið með okkur og öðrum. Við hjálpum til við að sækja í áttina, afla gagna og aðstöðum við og hvernig ná að gera þetta, þó að mannvirkjastjórinn og stjórnendur sjálfur sjáum farin á sitt svæði, að þá erum við hér til þess að hjálpa ykkur og mælum bara eindregið með því að fyrirtæki nýti sér þetta. En Ína ætlaði að taka við núna. Guðný heiti ég, forstöðumaður í miðstöðinni. Ég ætla bara að segja ykkur stuttlega frá einu Evrópuverkefni sem við erum í. En þetta verkefni heitir Job Ready og við fórum af stað þetta ár 2003 og erum að klára á þessu ári og erum að vinna með Austurríki, Kýpur, Spáni og Búlgaríu. Og þetta námskeið snýst aðeins ferðaþjónustuna, en þarna erum við að búa til námskeið sem er hér og svo starfsþjálfun í fyrirtækjum. Og fyrsta árið þá vorum við bara að útbúa námskeiðið, hvað ætti að vera í því, útbúa námsefnið og svo framvegis, alltaf ramma í kringu það. En núna erum við komin í framkvæmdina. Og við erum að framkvæmda eða pröfu þetta í 3 löndum, það er hér á Íslandi, á Kýpur og í Austurríki. Við fórum þá leið að við ákvæmum verið í samstarfi við Vinnumálastofnun. Og Vinnumálastofnun ákvað að auglýsa þetta námskeið hjá sér og þáttakendur gátu óskað eftir, eða atvinnuleitendur gátu óskað eftir því að fá að taka þátt í þessu. Og í þessu námskeiði skyndihjálp, öryggi og vinnustað, vinnuvernd og heilbrigði, samskipti, réttindi og skyldur í starfi. Svo þættir sem bara tilheyra námsleið eins og þjónusta og staðþekking. Og svo hugmynd sú að fólki fer í þjálfun í fyrirtækjum. Og við erum komin í samstarfi við nokkur fyrirtæki en viljum gjarna fá fleiri til liðs við okkur. Og ég ætla pínu bara ósk eftir því ef einhver hefur áhuga á að taka þátt með okkur, að hafa kannski samband við okkur, að hægt að tala við okkur hópið hérna eftir eða bara senda okkur post eða fólk vil hugsa sig eða einhver online að horfa að senda okkur til bara MSS og láta vita af sér. Því þetta rosalega gott, bæði fyrir fyrirtækin, þarna hafa tækifæri til að fá eitthvað inn til sín sem að leita vinnu og geta hann getur mátað sér vinna. Þetta er bæði gott fyrir fyrirtækið, fyrir sér hvernig starfsmann að fitta inn og fyrir starfsmannin til að hugsa það sjálf og fitta ég inn í þetta fyrirtæki. Og hann búinn að fá ákveðna þjálfun hérna hjá okkur. Þannig að ef ykkur áhuga, þetta tilraunaverkefni og sem við bindum bara mikla vonir við, því að það alltaf gott að geta þjálfa beint inn í þessa stétt, því að það mikil hreyfing á starfsfólki í ferðarþjónustunni. Þannig að, en þau eru núna hjá okkur 3 í viku, 3 tíma í senn á námskeið og þetta þá eru bókleg hlutin hérna okkur. Þetta námskeið fer fram á ensku. Við bara ákvæmum enskan bara orðið þannig að það flestir mjög mikið af þeim sem eru starfandi í ferðarþjónustunni eru erlendir
tala ekki endilega íslensku og því ákveðum við að hafa þetta á ensku. Og já, þannig að þetta, við bara segjum, við bindum mikla vonu við þetta og hlakkum til að sjá hver útkoma verður, en okkur vantar nokkuð fyrirtæki. Þannig á næstu vikun. Já, þetta er sem staðan. Já, varðandi hvað fólk þarf að vera lengi í fyrirtækjum, það er ekki ákveðin tímalengt. Það getur verið nokkuð klukkutími í viku, það má vera allir dagurinn, það má vera 1, 2, 3 vikur, mánuð, 2 mánuð, það er engin ákveðin tími. Þannig að fyrirtæki þurfa ekki að vera rosalega hrætt við það að nú er ég búin að binda okkur í 3 mánuði. Það er ekkert alveg þannig. Við bara förum eftir hvað hentar fyrirtækinu upp á tímalengt. Og þess að ég segi þetta er góð leið fyrir fyrirtækinu nemenda til að finna hvort þau passi saman. Og þeir sem eru hjá okkur, þetta eru atvinnuleitendur, þeir sóttu eftir sig sjálfir, þannig þeir vilja komast í vinnu og við viljum gjarnan hjálpa. Nú er nóg að gera framöndan í ferðarþjónustu. Þannig að ef ykkur er áhuga, bara endilega tala við okkur eftir. En þá held ég að klukka sig akkurat. Takk fyrir okkur, Lydia. Kæra þakkir, Ína. Er einhver spurningar til þeirra núna? Annars getum við tekið bara spjallið hérna áfram á eftir þegar hérna í kaffitímanum. Heppilegt að tölvan mín er alveg að vera batterislaus, þannig að það passar allt upp á tíman. Ég ætla kannski aðeins að hlaupa yfir bara daginn okkar og þakka ykkur aftur fyrir að vera hérna með okkur og fyrir góðar spurningar og samtal. En við erum alltaf búin að fara svolítið yfir verkfærakistuna, hvað er í boði, hvað fyrirtæki, við erum búin að fara hratt í gegnum það. Það er ótal verkfæri í þessum kistum, bæði hjá Hæfnisetrinu og hjá MSS hérna fyrir svæðið. Og það kostar ekkert að tjekka á og sjá hvað er í boði og hvað er hægt að gera fyrir fyrirtækin. Og alveg sama í hvað stærð þau eru. Hvað eru margir starfsmenn? Það er alltaf hægt að finna einhverjar góðar leiðir til að fara í gegnum hlutina. Náttúrulega grunnur í nýlega þjálfun skiptir máli og hvernig við tökum móti starfsfólkinu og hvernig við vinnum nýtt fólk inn í fyrirtækið, menningin, umræðan, sögurnar. Við erum alltaf að byggja upp talsmenn fyrir fyrirtækið og það skiptir náttúrulega mjög miklu máli í tengslu við alla markaðssetningu og upplýsingagjöf og annað. Við hugsum líka þetta hérna hjá markaðsstofunni að allar þær upplýsingar, allt sem við erum að gefa út og við erum bara að búa til nýja talsmenn fyrir svæðið, hvort sem það eru íbúar, starfsmenn fyrirtæki eða bara fyrirtækin sjálf og en svo líka í framhaldinu hvernig við í rauninni höldum áfram að þróa og byggja upp á menninguna í fyrirtækinu hjá okkur. SA myndi okkur á námskeið 19. maí kjarasamninga í ferðaþjónustu, þannig að erum að gera að merkja það í dagbókina hjá sér. Og síðan náttúrulega bara þessar reynslusögur sem við erum að fá bæði frá Ísafía og frá Bláa lóninu það hvernig í rauninni verkfæri hafa verið að nýtast og hvernig þau hafa þróað það inn í sínum í rauninni mannauðsmálum. Og það er samskipti og upplýsingamiðlun, þau skipta höfumáli og velliðan starfsfólks. Og það getur náttúrulega líka skipt máli bara fyrir starfsmannin í móttökunni, hvernig er hann tilbúinn að takast á við erfiða kúnnan eða starfsmaðurinn bara á kassa í bónus. Þetta er alltaf það sama. Það er alltaf einhver sem kannski vaknar illa og þarf að tjá sig með öðrum hætti. Og bara þessi aðlögunarhæfni starfsfólksins í ferðaþjónustu. Það er ýmis mál sem koma upp og hvernig getum við einhvern veginn unnið saman að því að gera betur. Og svo náttúrulega eins og bara Ína kom inn á núna undir lokin. Það eru verkefni þarna úti sem verið að vinna að. Við erum alltaf að reyna að bæta okkur og gera betur og búa til ný verkefni og nýja verkfærakistur fyrir okkur og til að nota til framtíðar. Þannig að ég hvet fyrirtæki til að setja sig í samband við þau hjá MSS og sjá hvað við getum gert saman.
En takk fyrir daginn, takk fyrir að vera með okkur, takk fyrir að vera á línunni, þeir sem heima sitja. Og ég er bara að býða ykkur að fá meira kaffi, þeir sem sitja hér. Takk fyrir okkur.